Já, fundarstjóri og ágæta fundarfólk. Ég verð næstum því að byrja á því að segja dálitla gamansögu til þess að útskýra það sem á eftir kemur vegna þess að það hljómar eins og þetta hefði orðið allt annar fundur ef ég hefði talað hérna fyrst og ekki Síran. Því ég ætla að túlka sömu gögn og Síran og komast að nokkuð annarri niðurstöðum. En þannig var að eitthvað fyrirtæki vantaði talnaglöggan mann og var með búin að auglýsa og var með 2 á stuttalistanum og báðir kallaðir í viðtal og annar var nú raungreina-menntaður og hann kallaður inn og kemur vel fyrir og menn ákveða svona tékka á reiknikunnáttunni og spyrja hann einfaldra samlegningarspurningar, hvað eru 2 + 2 og hann svarar alveg híklust 4 og þeir þakka honum fyrir og hann fyrir út og seinni maðurinn kemur inn sem líka ágætur í viðkynningu, menntaður sem hagfræðingur og þeir spyrja hann sömu spurningar svona, sanngirninnar vegna, hvað eru 2 + 2 og hann lítur í kringu sig svona hálfflóttalega og svo dregur hann fyrir gluggana og svo hvíslar hann, viljið þið stóra eða litla tölu? Þannig nefnilega að þessi gögn eru ekki þannig að túlkun þeirra sé alveg einföld og ég vona að Síran móðgist ekki þegar ég ætla að komast aðeins annarri niðurstöðu heldur en hann. Ég ætla sem sagt að fjalla aðeins samkeppnishæfni almennt og samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs almennt vegna þess að ég veit eitthvað það. Og síðan ætla ég aðeins að velta fyrir mér hvernig þetta lítur út varðandi Vestfirði og hvaða svona helstu styrkleika og veikleika Vestfirðir hafa og hvernig það lítur út í svona samanburði við íslenskan sjávarútveg. Og í því samhengi þá að koma með bara mínar eigin svona veiklulegu hugmyndir af því hvað væri hægt að gera til þess að bæta stöðuna. Ég hins vegar gerir mér fullilega grein fyrir því að í fyrsta lagi en ólíklegt að ég finni hér þessa mikilvægu einu hugmynd sem bjargar Vestfjörðum, þannig að ég held að þið þurfum nú ekki að bíða eftir henni. Og hitt að ef ég héldi að ég væri með hana, þá væri ég ekki hér að gefa ykkur hana, ég hefði selt ykkur hana. Og þar með ég auðvitað að draga aðeins úr spenningnum varðandi erindið. En hvað er samkeppnishæfni? Já, þegar öll á botni hvolft þá erum við ekki að fjalla neitt flóknar en það að við höfum viðvarandi samkeppnishæfan atvinnurekstur. Það er allt og sumt. Eitthvað sem að viðvarandi getur stundað ábatasaman eða verið undirstað ábatasams atvinnurekstur. Og þetta ræðst af ýmsum hlutum og ýmsir hlutir geta verið uppspretta samkeppnisforskots en framleiðslukostnaður auðvitað vel þekktur og staða Kína í heimshagkerfinu byggir ekki síst á forskoti þeirra varðandi lágum framleiðslukostnað. Velmegunin sem við búum við á Íslandi, hún byggist að einhverju leyti á aðgengi okkar að auðlindum og það getur líka verið annars svona atriði. Aðgengi að mörkuðum, aðgengi að tækni, aðgengi að stoðþjónustu, allt þetta getur orðið uppspretta samkeppnisforskots. Nú síðan hefur ytri rammi og lagaumhverfi mjög mikið að segja og menn geta haft auðvitað ýmsar skoðanir á rammalöggjöfinni sem sjávarútvegurinn býr við, en það er þrátt fyrir allt þannig að íslensku sjávarútvegur, öfugt við sjávarútvegi í nánast öllum nágrannalöndunum ábatasamur, menn deila auðvitað það hvernig á að skipta þessum ábata og hvort hann sé rétt skipt og hvort þetta sé allt sanngjarnt og allt það, en að hann sé ábatasamur, það er svona erfitt að ýta því til hliðar. Og síðan auðvitað nýsköpun og vöruþróun eins og Þorsteinn var að víkja hérna áðan. Þannig að við einhvern veginn tökum þetta nú saman að þá getum við sagt að við höfum svona 2 megin leiðir að samkeppnisforskoti, annars vegar í gegnum einhvers konar ytri áhrifavalda eins og breytingar á eftirspurn, breytingar á verðum, tæknibreytingar, nú eða alveg sérstaklega hagkvæmt skilyrði, lagaumhverfi sem á einhverjum ákveðnum stað. Og það sem að þá stýrir því hvort við getum nýtt okkur þessi ytri skilyrði aðgengi að mörkuðum auðlindum og aðföngum og þjónustu og síðan auðvitað geta stjórnenda í einstökum fyrirtækjum til þess að nýta sér breytingar og tækifæri sem að þeim bjóðast. Og hins vegar innri áhrifavaldarnir og þá hæfni fyrirtækjana til nýsköpunar og aðlögunar að kröfum markaðarins. Og ég held að sé ágætt að setja þetta upp svona með einföldum hætti eins og 2 leiðir, leið hagræðingar að lægri kostnaði eða leið vöruþróunar að hærri kostnaði, hærra verði og meiri hagnaði í báðum tilfellum.
En ég ætla samt að taka það fram að þarna á milli eru ótal margir samsetningamöguleikar og þetta er ekki einu, tvær uppskriftirnar, heldur eru til ótal margar blandaðar leiðir, en þetta eru megin stoðirnar. Nú, ytri skilyrði sjávarútvegs hafa verið alveg sérstaklega hagfelld, því verður ekki fram hjá litið. Eftirspurn eftir fiski hefur verið vaxandi í heiminum frá því, svona nánast stríðslok, meðan að framboðið óx jú eitthvað framan af, en frá því svona eftir 1970 hefur það verið nánast algjörlega fast og allar viðbætur sem hafa komið í fiski til manneldis hafa verið í gegnum fiskeldi. Á sama tíma er varan sjálf að flytjast til í vöruspektruminu frá því að vera prótein fátækamannsins yfir í að vera raunverulega lúxusvara. Að langsamlega stærstum hluta, þetta er gríðarleg breyting og kröfur markaðarins á sama tíma gjörbreytast og menn fara raunverulega að gera kröfum eiginleika vörunar. Hér á landi sérstaklega að þá voru gerðar breytingar á lagaumhverfinu, 2 lykilbreytingar á miðjum 9. áratugnum sem ég held að saman hafi skapað þessi skilyrði hagkvæmni í rekstrinum, hvort sem að menn eru síðan hrifnir af niðurstöðunni eða ekki. Og það er annars vegar kvótakerfið og hins vegar fráhvarf okkar frá raunverulega reguleruðum fiskmörkuðum yfir í frjálsræði viðskipti með fisk sem held ég gríðarlegt algjörlega vanmetið atriði í þessu samhengi. Þannig að við höfum séð algjöra umbyltingu kerfisins frá því að vera veiðidrifið, þar sem að veiðarnar stýra því hvernig vinnslunni til dæmis fyrirkomið að hvaða markaði við getum leitað inn á, yfir í að vera markaðsdrifið, þar sem að markaðurinn togar í gegnum virðiskeðjuna það sem hann vill fá. Og áherslurnar breytast á verðmæti frekar en magn. Og þetta er sem sagt mynd sem ég er mjög ánægður með. Hún sýnir verðþróun á bara nokkrum vöruflokkum í íslenskum útflutningi og þetta er að því að verð er svo erfitt, að því að allir vita hér að peningar er ekki góð mæleining á verðmæti, að því að þeir eru rýrnastöðugt, sérstaklega íslenska krónan sem að menn eru þó að þið virðist mjög hrifnir af, að þá verður maður að nota einhverja aðra mæleiningu og ég nota hveiti sem mæleiningu. Þannig að þetta sýnir hversu mörg kíló af hveiti þú fær fyrir 1 kíló af fiski sem fluttur var út frá Íslandi. Og við byrjuðum á því að vera svona heldur ódýrari heldur en hveiti, þar sem þú fékkst tæplega kíló af hveiti fyrir kíló af hvort sem var ferskum eða söltuðum fiski. Í dag færðu 5 kíló af hveiti fyrir 1 kíló af söltuðum fiski, þú færð 4,5 kíló af hveiti fyrir 1 kíló af ferskum fiski og þú færð einhvers staðar á bilinu 5,5 og 6 kíló af hveiti fyrir 1 kíló af frystum flökum. Þetta er bara meðaltalstölur úr útflutningsgögnum Hagstofu Íslands. Þetta er auðvitað grunnástæðan fyrir því að auðlindin er einhvers virði. Hún hefur hækkað að raunvirði. Raunvirðið hefur vaxið og þetta er raunar ein af örfáum vörum í heiminum sem hefur þróast með þessum hætti. Olía og einhverjar örfáar aðra vörur hafa þróast með þessum hætti. Það sem við sjáum í þessu er einhver ákveðin trend. Við sjáum, held ég að við skoðum mjög nákvæmlega saltfisköldina sem byrjaði miklu fyrr og sá útflutningur varð mun ábatasamari miklu fyrr heldur en aðri flokkar. Við sjáum öld hinna frosnu afurða og við sjáum öld hinna fersku afurða og þið sjáum að hallin á þessum línum er þannig að það er svona nokkuð ljóst í hvað stefnir, hvað varðandi hvaða hlutar gefa okkur mest verðmæti. Ég ætla að leyfa mér að bera okkur saman við Norðmenn. Af hverju Norðmenn? Jú, það er vegna þess að þeir kunna ágætlega að veiða fisk, þeir eru flinkir í því. Þeir eru með kvótakerfi eins og við, það er að vísu takmarkað svolítið framsalið, en það er ekki bannað. Þeir eru með svipaða tegundasamsetningu, þeir eru með svipað tæknistig, þeir eru með svipaðar vinnsluaðferðir, þeir eru að selja svipaða vörun og svipaða markaði. Það sem er ólíkt hjá þeim er hins vegar markaðsfyrirkomulagið og það má líka segja að þjóðhagslegt mikilvægi fiskiðnaðarins er minna, sem gerir það verkum að menn hafa minni áhyggjur af því hvað er að gerast. Þeim er meira sama hvort hann er mjög ábatasamur eða ekki.
Hér mynd sem svona svipuð því sem að Síran var að sýna hér í morgun, þetta fyrir Ísland í heild sinn og þetta eins langt aftur og við eigum gögn. Hagstofa Íslands á ekki gögn lengra aftur, til 1976. Sýnir EBITDA-hagnað, sem sagt EBITDA þá þáttartekjur af frádregnum launum, þetta sem sagt sá hluti af rekstrar afganginum sem fer til þess að greiða fjárfestingu og eigendum arð. Og eins og menn sjá, frá því þessi sería hefst, að þá hefur þetta hlutfall af veltunni, hlutfall þessa hagnaðar af veltunni verið að vaksa nokkuð stöðugt ár frá ári. Þessi vöxtur það bil 4%, sem umtalsvert 4%. Við plottum Noregu upp með sem sagt, líka með kvótakerfi. Það vandamál hjá þeim ekki ólympískar veiðar, það sé verið að sóa í of mikla sókn. Þá sjáum við ágæta afkomu, mjög hliðstæða afkomu framan að tímabilinu, en að því að virðist þá afkomu íslenskra fyrirtækja að batna meðan hún stendur nokkurn veginn í stað í Noregi og þetta nú nokkuð staðfest ef við drögum norsku afkomuna frá íslensku afkomunni og skoðum bara nettómunin. Nú, þetta virkar kannski ekki mikið þegar þeir eru að horfa út utan á sal, þessi litla sakleysislega punktalína þarna, 5, 6, 7% munur í þessum þáttatekjum EBITDA-unni, en þetta eru 10 milljarðar á ári. Þetta eru 10 milljarðar á ári bara í botnfiski, þetta bara botnfiskur, sem verður til að verðmætum sem hefðu ekki orðið til ef við verum með samskonar virðiskeðjur og normenn. Af hverju gerist þetta? Kannski vegna þess að við erum að framleiða betri vörur heldur en þeir og það var auðvitað hægt að rannsaka það og hér svona ein tilraun til þess, þetta samanburður á hlutfallslegu verði og íslenskum fiski og norskum. Einn þýðir nákvæmlega sama verð, það búið að leiðrétta fyrir gengi, allt reiknað yfir í Bandaríkjadali. Þannig að þetta er raunverulega kílógramm íslenskur fiskur per kílógramm norskur fiskur. Tala yfir einn dýrari fiskur á Íslandi eða dýrari verðmætari útflutningar á Íslandi en í Noregi. Og það sem við sjáum að í stóru tegundunum, eins og þorski, þá erum við bara að keppa við normenn og við erum ekkert að standa okkur neitt sérstaklega mikið betur heldur en þeir. Í litlu tegundunum, þá hins vegar höfum við greinilegt forskot, þannig að það er eins og íslensku virðiskeðjurnar passi betur upp á verðmæti alls afla. Betur í stakk búnar að búa til verðmæti úr umfangsminni tegundum. Því sem að jafnvel væri meðhundla sem meðafli eða aukaafli í Noregi. Hitt sem við sjáum, og kannski ennþá umfangsmeira, hvað útflutningssamsetning hjá okkur hefur verið allt öðruvísi og þróast allt öðruvísi heldur en hjá þeim. Ég vil sérstaklega benda hér á 2 flokka. Það eru annars vegar frosinn heilfiskur, sem flokkur sem enginn vill enda í, vegna þess að frosni heilfiskurinn, hann endar í Kína, þýddur upp þar og búið til einhver hræðileg iðnaðarvara úr honum. Þetta ekki markaður sem neitt vill sækja inn á. Sjáu þið hvernig þetta hefur þróast hjá okkur annars vegar og hjá þeim hins vegar. Rauðu línurnar alltaf Noregur, bláu línurnar Ísland. Þetta hlutfall af magni í útflutningi. Sjáu þið hins vegar fersk flög. Fersk flög akkúrat dæmi afurð sem verður til í markaðsdrifnum virðiskeðjum. Það sem að sóknin eftir því að fullnægja þörf neytenda til að borða fisk með einhverjum ákveðnum eiginleikum svarað með viðbrögðum í allri virðiskeðjunni, alveg frá veiðunum og upp úr. Og við sjáum líka þarna vinnuhestin í íslenskum útflutningi, frosnu flökin, hvernig við höfum haldið í þann markað meðan að normenn hafa smám saman verið að glutra honum niður. Það vantar þarna eina mynd sem ég gæti sýnt ykkur og það þróunin í saltfiski, þar sem við höfum frekar verið að draga okkur út og normenn hafa frekar verið að bæta við sig. Ef við skoðum nú vestfiskar útgerðir og við höldum normunum þarna inni svona sem benchmarki, að þá get ég sjálfur sér alveg viðurkennt það að stundum hefur afkoman hér verið lakari heldur en bæði fyrir Ísland að meðaltali sem eru fjólbláu súlurnar og fyrir Noreg sem eru rauðu súlurnar sem þá ekki mjög góð niðurstaða. En ég get hins vegar alls ekki séð að þessi munur sé kerfisbundin og hér tvenns konar vandamál sem ég held að menn þurfa að gera sér grein fyrir. Annars vegar að flokkun atvinnugreina hjá Hagstofunni nú ekki mjög góð. Þannig að hvað eru veiðar og hvað vinnsla, það nú svona
aðeins ágískun. Það svona svolítið eins og sagan af hagfræðingu hérna áðan, einhvern tímann þá ákváðu menn bara með pennastriki hvernig ætti að skipta þessum tölum upp í tvennt, hvort það rétt eða rangt, það næstu örugglega rangt, hversu mikið rangt, það veit enginn. Þannig að ég held að menn þurfa að hafa það í huga. Í öðru lagi, það sem að þeir sem hafa lært pínu tölfræði kunna og heitir lögmál stóra talna, að meðaltöl eru því stöðugri sem fleiri mælingar eru á bak við þau. Þetta hljómar nú ekki eins og merkilegt vísinda framlag, en býsna öflugt lögmál, sem þýðir auðvitað að meðaltöl fárra fyrirtækja eru sveiflukenndari en meðaltöl margra fyrirtækja. Og ég held að ef maður skoðar þessa mynd svona sanngirni í heild sinni, að þá sé ekki hægt að segja kategórist að vestfirsk útgerðarfyrirtæki séu illa rekin. Þau virðast bara vera svona svipað rekin og íslensk fyrirtæki eru að jafna því í útgerð. Þetta er bara botnfiskur semst. Og áberandi betur rekin en norsk útgerðarfyrirtæki, menn vilja hafa eitthvað annað benchmark. Vinslan, já þar lendum við aftur í sömu vandamálum. Vinslu, hluti, framleiðslu á Vestfjörðum er óeðlilega stór, sem eiginlega bendir til þess að töluvert mikið að útgerð sé flokka sem vinsla. En hér er afkoman auðvitað heldur lakari, heldur en fyrir Ísland í heild, svona nokkuð kerfisbundi. Og það má kannski varpa fram þeirri svona varfærnislegu spurningu hvort það sé þar sem að veikleikin liggi. Nú, varðandi stöðu Vestfjarða gagnvart landinu í heild, og þá er ég hérna með þróun aflamarks í botnfiski, þá hefur það auðvitað dregist saman. Páll Pálsson hérna, eins og menn kannski þekkja, frá 1984. Þannig að hér voru þið með rúmlega 14%, en erum við kannski kringum 12% í dag. Þetta er nú ekki óskaplega mikið lækkun. Tækir minn hins vegar tillit til þess, já, og ég ætla nú að taka eitt fram hérna, þessi þróun virkar eins og hún sé til þess að gera stöðugt, það er að segja að það sé ekki mikla sveiflur í henni. Það er hins vegar ekki alveg rétt, vegna þess að bak við þessa tölur, því miður er ekki hægt að nálgast sundurliðunina alveg til 84, en ég hef hana frá 92, eru ólík sveitarfélög, og hjónu eftir því hjá Þóroddi áðan, að óvissan sem hann er að tala og ekki er hægt að sjá á þessari mynd, það er ekki hægt að sjá að þessi ofboðslega miklar árlega sveiflur í aflamarki Vestfirðinga, sést glögglega hins vegar, ef þú skoðar aflamark ólíkar byggðarlaga, þar sem að sveiflurnar hafa verið gríðarlegar, og kannski er það þarna sem skelfingin liggur. Fyrir þá sem að hafa áhuga, þá er sem sagt til eitthvað sem heitir dreifnistuðull, sem er staðalfráviki deilt með meðaltalinu. Það er 10% fyrir Vestfirði í heild. Það er frá 25 til 60% fyrir ólík byggðarlög, sem tvisvar til 6 sinnum stærra. Og þetta er þetta sem að grefur undan möguleikum byggðarlagana til þess að skipuleggja sig til lengri tíma, dregur úr líkindum þess að einhverjir aðilar fjárfest í ótengdri atvinnustarfsemi. Nú við getum auðvitað tekið mannfjöldaþróunin inn í þetta líka, og þá fáum við öfuga mynd, þar að segja við fáum þá mynd að þorskígildi á mann, þeim hefur hreinlega bara fjölgað, ekki fækkað, þannig að hlutur Vestfjarða svona miðað við þetta er betur en hann var. Þetta er held ég Þorlákur frá Bolungarvík. Þannig að ég get í sjálfu sér ekki séð þessi merki þessa slöku stöðu, allavega ekki eins greinilega eins og Síran lýsti í morgun. Ég leyfi mér að halda því fram að þetta sé svona bara svipað annar staðar, kannski heldur sveiflukenndara, en útgerðin samkeppnishæfari heldur en vinslan. Aflaheimildir hafa þetta minkað, en þeir hafa minkað hægar heldur en fólki hefur fækkað. Þannig að það eru þá, hvað maður segja, fleiri hlutfallið heldur en var. En hvernig getum við unnið úr þessari stöðu, og ég ætla bara mjög fljótlega að renna hérna yfir. Þetta er virðiskeðja. Ég biðst afsökunar hún sé á ensku, en ég átti hana á ensku og nefndi ekki að breyta þessu. Annars vegar höfum við þá allt frá veiðum á öðrum endanum og yfir að neytandanum og hinum endanum. Og það sem við erum að tala er að veiðidrifnu virðiskeðjurnar, sem að við höfðum hér í gamla daga, byggðu þá vinnslu aðferðum sem að fyrst og fremst snýrust það geta unnið úr mjög miklu magni sem kom á mjög stuttum tíma, eiginlega bara tilviljun. Meðan að virðiskeðjurnar sem við erum að fást við í dag, markaðsdrifnu virðiskeðjurnar, þær byrja á þessu hér, neytanda sem vill borða eitthvað, sem þýðir að við þurfum að búa til einhverja vöru fyrir hann, sem þýðir að við þurfum að meðhöndla hann með einhverjum ákveðnum hættu og sækja hann á einhverjum ákveðnum tíma.
Þetta eru semst breyttu áherslunar. Veiðidrifnu veiðiskeðjurnar verðlaunuðu nálægð við fiskimið, afkastagetu, kappsemi og dugnað. Markaðsdrifnu veiðiskeðjurnar, þær verðlauna nálægð við markaði eða nálægð við lykilhafnir. Þær verðlauna vöruþróun, þær verðlauna afhendingaröryggi, þær verðlauna vöruvönduna. Þess vegna er ég ósammála Síran um það, ég held að nálægð við markaði sé mjög mikið atriði. Og við sjáum hérna 2 myndir, annars vegar afla á sóknareiningu, afla á fersjómílu sem sýnir nálægð við fiskimið og hins vegar staðsetningu stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Þannig að styrkleikar Vestfjarða eru nálægð við auðlindir og sérþekking á aðstæðum, reynsla, veikleikarnir eru fjarlægð frá mörkuðum, aðgengi að sérhæfðri þjónustu sem er mikilvæg í markaðsdrifnum virðiskeðjum og einhæfar grunnstoðir atvinnulífsins sem ég held að sé raunverulega aðal vandamálið. Vandamálið er ekki það að sjávarútvegurinn gangi illa hérna, vandamálið er að sjávarútvegurinn er það eina sem gengur vel, eins furðulega það nú hljómar og það nú raunverulega rímar vel við það sem Þóroddur sagði í morgun íbúðaþróun annars vegar og mikilvægi sjávarútvegs í hagkerfinu hins vegar. Sjávarútvegur er ekki góð atvinnugrein að byggja samfélag á að því virðist vera. Hvað getum við gert? Þetta eru semst ódýru lausnirnar sem ég sagði að ég er að gefa ykkur, þannig að þið getið eiginlega reiknað út og það geta varla verið mikils virði. En stöðugur aðgangur á auðlindum og ekkit endilega fiskveiðiauðlindum, bara öllum auðlindum, myndi auðvitað hjálpa til þess að búa til svona akkeri fyrir hagkerfið. Vestfjarðakvóti eins og Þóroddur hefur stungið upp á og ég hef svona lýst yfir að mér finnist með betri hugmyndum svona byggðarlega séð. Ég veit ekki hvort ég sé endilega á því að þetta sé sniðugt fyrir Ísland en þetta er sniðugt fyrir Vestfirði. Nú aukin yfirráð yfir staðbundnum auðlindum, útgáfa af strandveiðum sem að raunverulega fókuseraði á strandveiði og strandveiðimenn á einhverjum ákveðnum stöðum. Ég held að það geti líka verið eitthvað til þess að skoða. Það eru auðlindastýringakerfi sem alveg virka. Fjárfestingar í innviðum, ég er alveg harður á því að það sé sniðugt, samgöngubætur, vegir, strandsiglingar, hvað sem það er, fjarskiptabætur, ekki síður. Nú og svo auðvitað aðalatriði sem er fjölbreyttara atvinnulíf, fleiri stoðir, fiskeldi, ferðaþjónusta, eða hvað sem það svo sem ætti að vera. Þannig að ég ætla bara að bregða þessari mynd upp aftur hérna með sem sagt svona öfgumdaldið og auðvitað er ég að íkja núna, skreið þarna, þið sjáuð, sem við erum nú alveg hættir að framleiða og er auðvitað bara ljótt að vera að setja upp. Og síðan þá, vöru þróunar útgáfurnar alveg yfir í það sem auðvitað er þá high-end varan í ferskaútflutningnum. Þannig að þetta er þá það sem ég hafði að segja, mikla breytingar á undangengnum 25 árum, algjör bylting í virðiskeðunum frá veiðidrifnum yfir í markaðsdrifnar, samkeppnisstaða Íslands í heild, klárlega batnað og ég get ekki séð að Vestfirðir hafi eiginlega dregist neitt sérstaklega aftur úr þar, allavega ekki hvað varðar útgerðina sjálfa. Og ef að menn ætla að ráðast í aðgerðir, þá er ég svona svolítið eins og sammála Þóroddi, að menn eiga einblína á almennar aðgerðir, ekki að reyna að plokka út atvinnugreinar eða fyrirtæki og veðja á, vegna þess að ríkið hefur alveg hryllilega lélegt track record í svoleiðis. Burtséð frá því að ef þú byrjar að niðurgreiða eitthvað, hvernig ætlar þá að búa til þessa viðvarandi betri arðsemi sem er grundvöllur samkeppnisforskots? Það skil ég ekki. Þannig að ég læt þetta vera mín síðustu orð. Takk fyrir.